Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir það að þú leyfir okkur að koma saman í þínu nafni og við fáum Drottinn að heiðra þetta nafn með okkur Drottinn Jesús minn og frammi fyrir fólki Drottinn Jesús minn og játa þar með hverju við tilherum Drottinn Jesús minn og hvað við sjálf höfum valið að tilhera að þess þú Drottinn minn Jesús. Áttum okkur á því Drottinn Jesús og hjálpa okkur að skilja að við veljum það sem við gerum yfir daginn, við veljum það sjálf. Hjálpa okkur því til að velja það sem er rétt, til að við gerum það sem er rétt, til að við leggjumstum á koddan í kvöld án meðvitundar nokkra synd Drottinn Jesús minn. Hjálpa okkur til að lifa slíku lífi og gera það í þessum degi sem við fengum að vakna inn í Jesú nafni. Amen. Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við ætlum að fara í einhverja skemmtilega ferðina með Drottni í dag og það er ekkert ákveðið hvert á að fara en við höfum ekki ágjör af því því við vitum hverjum við tilheyrum, að hann veit 100% á hvaða leið hann er og hann hefur kallað okkur til fylgis við sig og við vitum og trúum og höfum skilið í gegnum gönguna með honum að það er nú heilmikið erindi og gagn af því að bara fylgja honum þó við kannski vitum ekki nákvæmlega hvert stefnir. Einnig er það með upphaf ferðar að svona fljótlega. Þá förum við nú svona átt okkur á því hvert leiðin liggi og hvert landi liggur og hvernig. Þannig að áhyggjurnar eru ekki með okkur í aldrei en þetta skiptið og þó við glímum allt og oft í þær þá ætlum við ekki að glíma við neinar áhyggjur með það hvert þetta muni leið okkur. Við vitum að þetta er allt saman til góðs að við vitum hver fyrir að er Jesús Kristur, hinn upprisni sonur Guðs. Þannig er það og þetta er það sem við erum alltaf að árétta, viljum að menn taki við og gleymi ekki og vitum þetta brokkengi manna og hversu hugurinn er reikull og fljótur að snúast á sveif með þess vegna hverju sem er, þessu og hinnu. Og það er einhvern veginn svo miklu auðveldara fyrir hvort sem er mig að þig að sveigjast með vindinum en að taka einarða afstöðu með Jesú Kristi. Ef þú ert ekki sammála þessu, að svona sé þetta, hygg ég að þú hafir ekki enn skilið hvernig trúin virkar og hvað þurfi til að þessi trú sé með okkur í öllu sínu veldi. Hún krefur mig að velja, og hvað er ég að velja? Hún krefur okkur að velja Jesú Krist. Er það sjálfsagt mál að við veljum Jesú Krist? Já, ég spyr þig. Er það sjálfsagt mál? Oft hefur það nú vafist fyrir okkur hvaða leið við skildum fara í dag eða einhverja daga sem við fengið að vakna inn í. Það er ekki alltaf alveg legið ljóst fyrir. Og stundum erum við bara ekkert í neinu stuði til að fylgja Jesú. Og stundum meira að segja erum við svo illa þengt, ef svo má segja, að við viljum helst ekkert með hann hafa. Já, þetta getur gerst hjá manni eftir áratuga göngu með Jesú og jafnvel þó einstaklingur hafi verið algjörlega heiðarlegur þannig séð á sinni göngu að þá bara gerist alls konar og við vitum að því orðið er að kenna okkur það vegna veikleika manneskja. Og ég er manneskja og er því með þennan veikleika í mér sem segir mér, Konráð, þú þarft á Jesú að halda núna. Já,
Núna er dagur. Núna er hann. Og núna segja hann við mig, Konráð, ég er uppreisinn. Ég lifi í dag. Ég seti hægri hönd föður míns. Og ég ætla að draga þig og allt mitt fólk til hans, til að þið, allt mitt fólk, séu hjá honum þegar allt verður gert nýtt í ríki hans, inn í eilíðinni, þar sem himnarnir urðu til og komu frá. Mikið verk sem var unnið þar. Og þessi sem skóp og gerði er enn, hann er faðir alls lífs. Hann myndaði barnið sem að móðir fæddi í nótt og þú kannski fékkst að halda á sem faðir sama dag. Það er aldrei séð þennan einstakling áður en hefur séð eftir heimsóknina. Áttar þig kannski á að þessi vera, þessi litla manneskja er sköpuð. Og þú kannski áttar þig líka á því, vegna þess að þú trúir, að skaparinn skapaði þessa manneskju og gaf þér foreldrahlutverkið sem að þarf að rækja, sinna, umvefja barni með, til að það hafi eitthvað skjól í veröldinni og eigi afdrep í sínu foreldrum. Þetta er hlutverk foreldrana. En það er ekki allir sem að sinna skyldum sínu sem foreldrar, en þó ekki sé til sú manneskja sem ekki vilji það. En fólk er bara alls konar. Hver og einn glímir við eitt og annað. Og svo kom ofan í þetta utanaðkomandi áhrif eins og áhyggjur og alls konar ótti og svoleiðis, sem dregur úr öllu, hjá hvort sem er mér eða þér. En Drottinn segir, og tala við okkur öll, þið þurfið á trú að halda, þið þurfið á styrk Jesú að halda, segir Drottinn. Trúir þessu. Ef þú veist hvað er verið að tala hjá, trúir þessu, vegna þess að þú hefur svo margoft reynt þetta og oft hefur þetta verið þitt eina sem þú geta gripið í, sem hefur haldið þér á floti. Og hér ertu enn, komin að landi, eftir kannski svo litla erfiðleika, risin á fætur, eftir kannski einhverja deburð og drunga og tekin við keflinu sem hendir frá þér fyrir löngu eða stuttu síðan og byrjaðir að hlaupa með öllum hinum hlaupandi görpum, mönnum og konum sem Kristur á og eru á akrinum, á vellinum að gera vilja Guðs. Nú ertu komin þangað aftur. Hvað varstu lengi að koma þér aftur til verka? Enginn að þú getur svarað því, en samkvæmt því sem ég hef séð, gætu verið liðið mörg ár síðan. Þú varst að gera eitthvað að viti í Jesú nafni. Þú varst auðvitað að gera eitthvað, en þú varst ekkert að gera neitt sem snerti né kom Jesú við. Sem sagt, þú steikst út úr trúnni og fórst að aðhafast eitthvað sem þá holdið vildi að þú gerðir. Heimurinn kallaði eftir, hann hefur ærin verkefni. En þau eru þannig uppbyggð og hugsuð að þú ert ekkert á meðan að fást neittið vilja Guðs. Vilji Guðs er nefnilega annar veruleiki. Veruleiki sem þú kemur þér í og þarft að leggja talsvert á þig til þess að haldast þar inni og svo er Guði fyrir að þakka að fullt af fólki helst þar inni en enginn gerir það baráttulaust. Að vera í ranni Guðs
er það besta sem fyrir mannin getur komið. Þar líður honum best og mjög vel skiljanlegt með það að ljósi að allt þar er raunverulega sérsniðið fyrir mannesku. Öndvert við heiminn sem krefur okkur vinnuframlag og eitt og annað, en er ekkert endilega upptekið við það að sérsníða verkin fyrir þarfir mannsins. Og þetta veldur honum alls konar áhyggjum og leiða og allt saman það, vegna þess að Guð er ekkert þar. Hann er í sínu ranni, í sinni veröld, Guðsríkinu á jörð, og það er jafnmikill veruleiki og heimurinn hinn er. En eins og alltaf áður, þá erum við hér að draga upp svarta og eða hvíta mynd. Og sæjur þetta sem svarta og eða hvíta mynd, þá myndur vilja auðvitað vera það sem hvíti liturinn blasir við. Einhvern veginn höfðar hann meira til okkar, þó að heldur en svarti liturinn, þá eru auðvitað verið að tala um dimmu og myrkur, ekki litur sem er svartur, hann getur verið fallegur átt við það sem það á við. En hér er ekki að vera að tala um lit, heldur myrkur og ljós. Og þegar þú sér þetta þessum augum, þá liggur svarið alveg fyrir. Þú vilt vera þar sem ljósið er. En hvað ætlar að gera sértu umlökin myrkri? Og þannig er nú líka með mann, hvort sem er mig að þig, að þetta myrkur verður eitthvað eins og samdauna okkur að við sjáum ekki að við erum mitt í myrkri. Og hvernig getur staðið á þessu? Hver skilur mannshjartað? Það er eina svarið sem við höfum. Og ef að þú og ég og við sjáum ekki þetta bika myrkur í kringum okkur, þá bara höldum við áfram að vera þar. Það er ákvörðun og það er vilji til að gera vilja Guðs í hjarta mínu sem sýnir okkur staðreyndir. Því orð Guðs, Drottinn, segir okkur sannleikann. Það er hér til að segja okkur sannleika. Það er til að vekja mann og annan. Og að vakna, átta sig á að maður er í myrkri, hrindir myrkrinu burt og ljósið frá Drottni kemst loksins að, því að ljósið er öflugra myrkrinu og ljósið ýtir því út. Hver veit þetta ekki? Við getum feimfært þetta vel upp á trúnn okkar. Hún er þetta ljós. Og þú kemur inn með trúna og það skín af þér og allt í einu er komið hellingslíf í svolítið dauðan part í húsi eða hvar sem er. Stundum þarf ekki nema eina manneskju til og þetta er vel þekkt, þetta þekkja allir. Það kom einhver, bara venjuleg manneskja sem brosti meira en hinnir. Og það smituðust allir. Eðlilega. Af hverju? Þeir voru að bíða í raun og veru eftir þessu. En enginn sem var, einhvern veginn, gat þetta. Þeir sem voru inni, voru allir með þungan þanga, kannski vegna þess að menn voru orðnir svolítið þreyttir hvoru og öðrum, þetta getur allt gerst. Og að því að allir eru orðnir þreyttir hvoru og öðrum, segir sér sjálf að í þeim hópi er enginn til þess að lyfta neinu upp og ef það gerist þarf einhver að rífa sig út úr sínu myrkri. Það er auðvitað alveg hægt og hefur oft gerst, en menn verða þó að gera það. Ef enginn gerir það, þá helst þessi drungi yfir og mönnum líður
ekkert vel á staðnum, við þekkjum þetta allt. En svo kemur ykkur utanakomandi, það er oft þannig, í allt öðrum þanga, og það er ljós yfir honum bara á þanganum sem hann er í, og hann gengur og eftir stutta stund, þess vegna bara með fingursmelli, er andrúmið inni gerbreytt. Og það er nú líka sannleikur að við hvert og eitt okkar getum verið þetta fólk sem kemur inn við ljós. Og ég trúi því nú líka að öll höfum við einhvern tímann verið þetta. En við höfum líka stundum verið fólkið sem var til þess að gleðin smá saman þagnaði. Þannig við sjáum að áhrif manneskju geta verið mjög mikil. Og hvað er þetta að segja okkur? Jú, þú segir þetta með mér, ég þarf að vera með sjálfa mig í lagi, því það gerir það enginn ef ég gerir það ekki fyrir mig. Því þú segir þetta með mér, því ég veit þanga minn. Og meira, ég þekki Jesú og trúin í hjarta mínu segir, Konráð, rífðu þið upp úr þessum neikvæða þanga. Og ég geri það. Nú, eða ég geri það ekki. Geri ég það ekki, þá helst deburðin við. Og enga gleði er að hafa úr þessari átt. Og kannski helst andrúmið eins áfram. Þetta svona svolítið þreytta andrúm viðhelst að það er engin til að brjóta neitt nýs. Og þannig getur það verið að ef þú sérð ekki neitt sjálfur og sjálf, gerist ekki neitt. Þú helst bara ástandið sem að er fyrir, það helst áfram. Það er til marga sagnir um þetta. Það var allt svona, við vildum helst ekki vera það var svo dautt loftið. En svo kom einhver spriklandi, fjörugur og lifandi manneskja inn, talaði glaðlega, var hress, ekkert í þykjustinni, heldur bara hress, sumir eru það, við höfum oft verið þetta hressa fólk, og það bara kveiknaði líf. Við getum verið þetta fólk. Og aftur segir Drottinn orðið, vakið, til að mynda fyrir þessu. Þurfum að vaka fyrir þessu. Ég spyr þig aftur. Já, við þurfum að vaka yfir þessu. Þegar við í okkar þanga sjáum ekki að þessi þangi er eitthvað sem við getum hrist af okkur. Við vitum við að af neikvæðum þanga, það fer ekki tjá neinum. En samt erum við svo eitthvað ódrífandi allt og oft í að rífa hann af okkur. Því við eigum annað. Hvað heitir þetta annað? Það heitir trú. Það heitir orð Guð. Það heitir það allt. Og trúin segir við mig, Konráð, hún er til að þú notir trúna. Hún er sitt verkværi, segir Drottinn. En ef þú vilt ekki nota rétt verkværi til þess að gera rétt verk, ákveðið verk, þá er það bara ekkert við neitt að sakast nema þig sjálfan. Drottinn segir, ég tek ekki ákvarðanir fyrir alla menn. Þeir verða að gera það sjálfur vegna þess að þeim er gefið frelsi til að velja og Drottinn segir, og þetta frelsi verður aldrei frá þeim tekið. Og það sem Drottinn segir aldrei skulum menn vita að gildir. Hvalið er mitt. Segðu þetta með mér.
valið er mitt. Ég vel. Búin að vera kannski svolítið þungur í dag, segjum það. Og ég kem inn. Hópurinn er svolítið þungur. Ég get valið að sogast inn í þessi þyngsli. Ég get líka valið að koma með eitthvað annað inn í það mál. Og ef að þessi hugsun næst fram, sem hún hefur nú oft gert, bæði hjá mér og þér, er það engu nema trúnni sem lét á sig kræla og ég tók við og notaði í þessa þágu og eitthvað út munn kom sem hírgaði í kring. Við höfum öll verið þetta fólk. En stundum erum við ekki þetta fólk. Stundum og stundum ekki. Er ekki vilji drottins. Þetta er góð verk, skulu framborin af munni og frá höndum þessa einstaklings og þú bendir á sjálfan þig og ég bendi á mig. Það er verið að tala til okkar. Það er til smá mynd af þessu frá umferðinni. Það er oft hægt að draga alls konar inn í svona umræður. Og það var stór steinn á miðjum vegi og ökumenn náttúrulega urðu að sveigja frá þessum stóra steini því hann var það stór, hann hefði eyðilagt bíl og valdi slysi ef menn lenti á honum. Og margir af þeim sem beygðu og sveigðu með erfiðismunum framhjá þessu steini sögðu: hvers vegna tekur enginn þennan stein þarna? Á hann bara að vera þarna? Og þeir héldu sína leið og steinin var þarna í einhver tíma, kannski í daga en einhver tíma. Þangað til einn kom, stöðvaði bílinn, fjarlægði steinin úr veginum og gatan var greið eftir það. Þarna erum við að tala um manneskju, mig, manneskjuna þig, þegar að við komum inn með eitthvað með okkur sem að leysir vandan. Að vera inn í drunga og þunga er sinn vandi. Sem að þú og ég, við, getum hrundið af okkur og erum þá maðurinn sem stöðvaði bifreiðina, tók á sig rögg, velti steininum út fyrir veginn og umferðin gekk reið eftir það. Steinninn var hindrunin á þessum vegi og drungin er hindrunin fyrir gleði að koma af stað. En drunga má velta burt alveg svo steininum sem ætlaði að stoppa allt eða hægði verulega á umferð og það vita allir menn. Við þurfum líka að átta okkur á hinu, hvernig hitt virkar. Sem sagt, aðkom manneskja sem sagði: hvað er þessi steinn að gera þarna? Við verum að fara og velta honum til hliðar. Það er ekki hægt að hafa þarna og hann gerði það. Og einn kemur inn í umhverfi sem er svolítið þungt og hann kemur með hressleika frá hjartanu í Jesú nafni og talar hressilega, glaðlega, eðlilega við fólkið eða við hvern sem er og það kveiknar líf af þessum orðum. Orð voru þarna en þau voru ekki að kveikja neitt líf vegna þess að þau voru töluð frá döprum hjörtum. Enginn sá að hann væri með þetta dabra hjarta. Mér líður nú ekkert vel reyndar.
En svo kom einn og þar með fóru jafnvel hlátrar að bera í salnum. Steininum hafði verið velt til hliðar og það þurfti ekki með einn til þess að velta hann. Rétt eins og með söguna af steininum sem að var að hindra umferð og svoleiðis vekja gremju og gremjuleg orð en enginn gerði neitt. Auðvitað vissu allir að steinin yrði að fara en það sögðu allir, akkur fyrir hann tekur ekki einhver þennan stein. Og einn kom og sagði, ég skal taka steinin. Og allt var eðlilegt aftur. Þetta er eitt af því sem trúin vill árétta við okkur. Hún segir, Konráð, vertu maðurinn sem veltir steininum og veginum. Vertu maðurinn sem kemur inn með svolítinn hressleika í hjartanu. Með öðrum orðum, Konráð, undirbúðu þig fyrir stundina. Geri ég það? Ég geri það nú reyndar ekki. Og stundum er maður nú þannig að manni, hlakkar ekkert svaklega til. En yfirleitt, að því að Drottinn er góður, þegar maður mætir, þá bara kviknar eitthvað. Og gleðin brýst fram þó allt annar þangi hafi verið bara leið maður opnaði dyrnar þá bara brýst ykkur gleði fram í hjartanu. Af hverju? Af því að hjarta mitt elskar lifandi Guð og mætt honum þarna. Drottinn er með sínu fólki hvað sem þú vilt segja um það. Einnig þarna þurfum við að vera vakandi. Og núna fyrir hverju? Jú, Drottinn elskar sína. Og segir margendurtekin orð, Konráð, elskar þú líka fólki sem ég elska. Og ég hef allt í mér til þess. Ég hef eins og þú trú. Ég hef eins og þú trú til Jesú Krist og hann kemur þessu öllu til vega. Þannig að við þurfum að vera vakandi í okkar trú og meira treystum Guði fyrir því að hann gerir það sem okkur er svo erfitt. Það getur verið erfitt fyrir þungan þanga að breyta honum yfir í gleði. En það er léttverk fyrir lifandi Guð. Hann er ekki lengur að því en þú að smella fingri. Vökum. Vökum líka fyrir velvilja Guðs í okkar garð. Og það er ekkert annað en velvilji Guðs í verki þegar þú gengur inn og þanginn er gerbreyttur. Þanginn var myrkur en varð á augabragði ljós. Hefur upplifað þetta? Ég viss að þú er oft upplifað þetta. Já. Og þetta, ef þú ert þessi fílukall eða kettling, fílukall, og að þá muntu upplifa þetta og ég bið Drottinn um það. Veistu hvað? Þetta mun vekja þér traust til hans hvað? Jú, Drottinn muni vel fyrir sjá. Þannig að sjáum að þetta orð að Drottinn muni vel fyrir sjá er rosalega víðfemt. Já, nær líka til þess að svifta myrkri burt á réttu andartaki og þú stígur inn í hópinn með ljósið eitt í þér.
Þetta vekur traust til lifandi Guðs. Því hann veit alveg hvernig þangi minn er og þinn. Og ég vil að þú trúir því að ég hef oft upplifað þetta. Oft. Þegar ég er ekki öflugri manneskja en þú og heldur ekkit veikburðari. Ég er ofta að glíma við þanga sem ég kæri mig ekkert að glíma við. Rétt eins og þú. Og ég, rétt eins og þú, hef ævinlega hort á trúna starfa í þessum kringumstæðum. Og hvað svo? Myrkur breytist í ljós. Hver var minn þáttur? Þetta sem ég hef byggt upp í Jesú nafni í mínu hjarta, réttara sagt, það sem trúin hefur fengið að byggja upp í mínu hjarta, það er bara að virka. Þannig við skulum ekki láta hjá líða að nota þennan dag til að gera gott. Og viljuru að þetta góða viðhaldist í þér, þá áttu svo litla stund með Jesú í dag. Og hann sér hitt. Já, þess vegna leið og tekur í húnin, að þá vék myrkrið sem kann að hafa verið með þér áður og ljósið kom stað. Skjannabjart ljós kom stað. Og það má fullyrða að það á betur við þig heldur en allt þetta myrkur sem er annað orð yfir depurð og drunga. Þetta er maðurinn. Og maðurinn þarf trú. Í trúnni býr ljós. Það er hún sem reiðst fram hvernig þessi þangin var og leið og tekur í húnin er hún komið fram og stigin fram. Og viðmót þitt er, eins og flestir þekkja, gott. Sama hvað gekk á áður. Þetta er trú og þetta er eitthvað í þér sem hefur gert að verkum að þú treystir æ betur á Guð og segir, Drottinn mun vel fyrir sjá. Já, hann mun gefa mig góða stund, að því hann mun vel fyrir sjá. Við þurfum að hafa trúna okkar einfalda. Og þegar við erum komnir á þennan stað að upplifa þetta trekk í trekk, þá höfum við aldeilis einfaldað okkar trú. Þá höfum við heldur betur treyst Guði. Við höfum ekki á þessum stað leyft depurðinni að keyra okkur svo í kaf að við snúum við og hættum við. Þó allt í okkur hafi hrópað á það. Trúin nefnilega er orðin svo virk að hún er orðin spriklandi lifandi. Og það vill trúin vera í hvort sem er mínu hjarta eða þínu. Ef einn getur þetta, kæri vinur, getur annur manneskja það líka og þú ert manneskja. Þannig að hvatningin til þín er sama. Gefðu Drottni tíma í dag. Láttu ekki hjá líða að rækta að einhverju leyti samfélagi við hann. Talaðu til hans, nefndu orðið Jesú og vittu hvað meira gerist. Drottinn er reiðubúinn, andinn er reiðubúinn, en holdið er veikt. Og þetta veika hold er ástæðan fyrir allri þessari glímu, þessu reiptogi á milli anda og holds.
Þetta myndu aldrei losna við. Af því að þú hefur alltaf þetta val, hvoru megin í þér sjálfum og sjálfri þú vilt vera. Þess vegna þarf að árétta þetta orð trú við menn mjög oft. Og það held ég að við séum alveg sammála vegna þess að við skiljum hvað trú snýst og hvað hún er. Hún er þetta. Hún er að skilja þetta orð vakið og skilja þetta orð betur að Drottinn muni vel fyrir sjá. Þungur þangi með fingursmelli breytist í glaðan þanga og glatt hjarta, trú í verki og Drottinn sem vel mun sjá fyrir. Og þegar við sjáum þessum augum, eykst helming trausti til okkar og það má lofa því að við þurfum að vita þetta traust sem Drottinn ber til okkar og að hann muni vel fyrir sjá. Þess vegna er hann að rifja upp andartök í þínu og mínu lífi þar sem þetta var nákvæmlega með þessum hætti gert. Ljós, myrkur var ljós á andartaki, bang, komið nýtt. Þetta er trúin. Þetta er Guð sem vel mun fyrir sjá. Hann hefur augun á okkur. Og hann sér til þess að við gerum það sem er hans vilji vegna þess að hans vilji er góður fyrir mig. Og hann etur mér þangað og hingað þar sem hans fólk er vegna þess að það er gott fyrir mig og ekki bara mig, fyrir aðra að fá mig. Þannig er þetta. Og við skiljum það betur þegar við skiljum að við séum hvort fyrir annað. Við skiljum það betur þegar við skiljum út á hvað orðið gengur og hvað það meinar þegar það segir þetta og hitt. Trúin í verki, minn kæri vinur, kemur þessu til leiðar. Hún eykur skilning mín á lifandi Guði og ekkert annað. Og núna áttar þau betur á hvað átt sé við þegar sagt er að við þurfum að rækja samfélagi við lifandi Guð á hverjum degi. Því að það sem hér hefur verið talað er ástand sem grípur mannin æ ofan í æ og dregur úr honum og þegar þanginn er orðin leiður, er stutt í reiði og allt tilfinningar sem vilja draga okkur niður. Og þetta er allt saman að gerast í deginum. Það er svo auðvelt að komast að þeirri niðurstöðu að við séum ekki enn búin að ná þessu. Það er svo auðvelt að sjá þessa glímu, þessa daglegu glímu við alls konar þetta sem við höfum verið hér að tala og nefnt myrkur. Við þekkjum nefnilega ljósið og myrkrið. Þessi þekking kom með gjöf heilags anda en var ekki til staðar áður. Þannig að við leituðum ekki leiða gegnum trúna því hún var ekki fyrir hendi. En þegar að trúin er komin, að þá erum við ekki lengur með neina afsökun til þess að grípa til ef við gerum ekki það sem er rétt. Trúin segir, ég skal sjá til þess að þú gerir það sem er rétt og Guði velþóknanlegt. Og hvað meira? Notaðu trúna fyrir þig. Og þú upplifir trekk í trekk velvilja Drottins til þín og skilur æ betur að hann muni
vel fyrir sjá. Og núna erum við ekkert að tala um eitthvað eitt. Þetta er margt í lífi okkar. Allt kallar þetta og undirbyggir þetta traust sem er svo nauðsynlegt. Og þarf að vera fyrir okkur og er með okkur og oftar þegar trúin gengur hnarreist við hlið okkar og í okkur. Þetta eru skilaboðin mín, kæri vinur, sem Drottinn vill að þú ígrundir. Og enn og aftur erum við að fá góða kennslu sem hvetur okkur til að vera áfram í ranni Drottins með honum, vitandi ögn meira og skiljandi ögn meira hvað við þurfum að skilja til þess að trúin okkar verði einföld. Já, það mun vel fyrir sjá. Og núna höfum við eilítið dýpri skilning á hvað átt sé við og það er góðstu viti. Í Jesú nafni. En segi þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.